Ég segi 57. fund bæjarstjórnar setta. Býð ykkur velkomin til fundar. Fundin sitja Einar Jón Pálsson, Magnús Sigfús Magnússon, Oddný Kristrún Ásgeirsdóttir, Anton Kristinn Guðmundsson, Úrsúla María Guðmundsdóttir, Jónína Magnúsdóttir, Jón Ragnar Ástórsson, Sigursveinn Bjarni Jónsson, Elín Frímansdóttir og Magnús Stefánsson bæjarstjóri. Og fundagerð ritar Bergný Jóna Sævarsdóttir. Fyrsta mál á dagskrá fundarins ársreikningur Suðurnesjabæjar 2022 og ég gef bæjarstjóra orðið. Forseti og bæjarfulltrúar. Nú leikur ársreikningurinn fyrir árið 2022 til fyrri umræðu bæjarstjórn og var á fundi bæjarráðs lögð frá drög 23. mars. Þar sem bæjarráð samþykkti að vísa ársreikningi til fyrri umræðu bæjarstjórn. Við gerum ráð fyrir því að við síðar umræðu í maí að þá komi endurskoðandinn okkar á fundin. Þar sem við erum farið dýpra ofan í ársreikninginn, skýringar og annað sem því fylgir ásamt endurskoðunarskýrslu. Þeir munu vinna hana núna fram að næsta bæjarstjórnarfundi. Þannig endurskoðandi mætir á fundi þá og fer yfir dýpra í reikninginn og gerir grein fyrir endurskoðunarskýrslu. Ég ætla bara rétt að hlaupa núna yfir svona helstu lykil tölur í reikningum. Ef við byrjum á að skoða rekstrarreikninginn eða rekstraryfirlitið A-hluta bæjarsjóðs, að þá eru þar tekjur samtals 5.173 milljónir sem eru 324 milljónum meiri tekjur heldur en áætlun gerir ráð fyrir. Og þar munar skatttekjurnar sem eru útsvar og fasteignaskattar sem eru 147 milljónum hærri en áætlað var og það liggur nú aðalega í útsvarinu. Og síðan eru framlög jöfnunarsjóðs 1126 milljónir sem eru 128 milljónum meira heldur en gerir ráð fyrir áætlun. Ef við skoðum svo rekstrargjöld í A-hluta, þá eru þau samtals 4.676 milljónir sem 117 milljónum hærra heldur en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Framleiðin, það er að segja niðurstaðan fyrir afskriftir og fjármagnsliði rétt tæpa 500 milljónir eða 497 milljónir sem 207 milljónum betri niðurstaða heldur en gert var ráð fyrir í áætlun. Ef við skoðum svo afskriftina sem 228 milljónir sem svona aðeins umfram áætlun, ekkert mikið að ráði. Síðan eru það fjármagnsliðirnir. Þar munar alltaf mest fjármagnsgjöldin. Við erum að sjá áhrif verðbólgu þarna í þessu. Fjármagnsgjöld í A-hluta eru 286 milljónir á móti 123 í áætlun. En rekstrarniðurstaðan í A-hluta jákvæð upp á 20 milljónir sem virkilega jákvætt og á móti áætlun sem gerir ráð fyrir neikvæðri niðurstöðu upp á 13,7 milljónir. Síðan ef við förum í A- og B-hluta samstæðuna og þá eru tekjurnar þar alls 5.450 milljónir sem á samanskapi 320 milljónum tæplega meira heldur en gert var ráð fyrir áætlun. Og það eru sömu áhrif og varðandi A-hluta, það að segja útsvars eða skatttekjur og jöfnunarsjóður hærri heldur en áætlað var. Rekstrargjöldin eru í A- og B-hluta 4.808.000 sem rúmlega 90 milljónum hærra heldur en gert var ráð fyrir í áætlun. Og framleiðin af A- og B-hluta 642,5 milljónir sem 226 milljónum betra heldur en áætlun gerir ráð fyrir. Fjármagnsgjöldin í A- og B-hluta eru 422 milljónir sem 253 milljónum meira heldur en áætlun gerir ráð fyrir. Og þarna kemur verðbólgan skýrt fram í þessum reikningi. En rekstrarniðurstaðan í samstæðun neikvæð upp á 34 milljónir en hafði verið gert ráð fyrir í áætlun jákvæð upp á 6,5. En ég vek athygli á því að útkomuspá sem var gerð í haust þegar við vorum í aðdraganda fjárhagsáætlun,
Þar var gert ráð fyrir að rekstrarniðurstaðan neikvæð upp á 139 milljónir. Þannig ef við horfum bara á það og á móti niðurstöðunni, þá það verulega mikið betri niðurstaða og raun og veru betra heldur en maður óttaðist að yrði, svona segir hann. Nú, við kíkjum aðeins yfir efnahagsreikninginn, að þá eru A og B hlutanum eignir samtals upp á, eða eignir 8,2 milljarðar, áhættu fjármál lántökukröfur upp á 295, þannig að eignir eru þarna 8,5 milljarður, síðan eru veltu fjármunir 1332 milljónir, þannig að eignir eru samtals 9 milljarðar 843 milljónir. Skuldamegin, þar eigið fé A og B hluta 4 milljarðar 227 milljónir. Þar lífeyrisskuldbinding 1264 milljónir. Leiguskuldir 97. Síðan langtímaskuldirnar eru, það að segja skuldir við lánastofnanir, 3 milljarðar 438. Og skammtímaskuldir eru upp á 800 milljónir rúmar. Þannig að skuldir á eigið fé að sama skapi og eignirnar upp á 9 milljarðar 843 milljónir. Nú síðan sjóðstreymið, við tökum aðeins fyrst bara rétt að hlaupa í gegnum A-hlutan, að þá veltufé frá rekstri upp á 570 milljónir og handbært fé frá rekstri 322. Fjárfestingarhreyfingarnar eru alls upp á 416 milljónir á móti 806 sem var gert ráð fyrir áætlun. Og við höfum farið yfir fjárfestingar yfirleitt fyrir síðast ár áður í bæjarráði og þar voru skýringar á þessu. Fjármögnunarhreyfingarnar, það eru afborganir langtímaskuld upp á 201 milljón. Leiguskuldbindingar upp á 7,6. Það voru tekin ný lán upp á 250 milljónir. En í áætlun hafi verið gert ráð fyrir 650, þannig að þetta eru 400 milljónir sem að lántöku voru lægri, sem eru auðvitað gott í árferði sem nú Handbært fé afslok A-hluta 626 milljónir. B-hlutanum veltufé frá rekstri 682 milljónir og handbært fé frá rekstri 430. Fjárfestingarhreyfingarnar upp á 461. Fjármögnunarhreyfingarnar, það að segja lántökur og afborganir lána og slíkt upp á 49 milljónir og handbært fé á B-hluta samtals 661 milljón sem rétt tæplega 100 milljónum meira heldur en fjárhagsáætlun hafi gert ráð fyrir. Nú aðeins bara, ég ætla nú ekki að fara yfir mikið meira en vildi þó nefna nokkrar tölur eða já, á blaðsíðu 12 í reikningnum skýring nr. 6 sem rekstur málaflokkur fyrirtækja og ef maður tekur svona bara svona rennir í gegnum það, hvernig það kemur út og þá það bara eins og verið hefur undanfarin ár má segja að svona þessi fasti rekstur, stofnana og annað slíkt bara nánast á pari, svona heildina séð, auðvitað einhver frávik í einstaka liðum en það er ekki mikil frávik varðandi þennan fasta rekstur hjá okkur og það er auðvitað mjög ágætt og ber að auðvitað þakka stjórnendum fyrir frammistöðunni í því. Ef við skoðum svo bara aðeins nokkra lykiltölur og kennitölur þá útsvar á fasteignaskattur að skatttekjurnar eru 62% af tekjum, heildartekjum, jöfnunarsjóðurinn 21,7%. Launatengd gjöld eða laun og launatengd gjöld eru 52%. Nú ég að tala A-hlutan. Og veltufé frá rekstri í A-hluta 11,02. Já, ég ætla nú bara að taka skuldaviðmiðið, það sem að samkvæmt sveitarstjórnarlögum fjármálareglum má ekki vera umfram 150%. Það samkvæmt reglugerð 502, þá hlutfallið 44,4% og í skuldahlutfalli sem eldra viðmiðið þá þetta 82,5%. Þetta sem sagt A-hlutin.
Ef við skoðum svo á B-hluta samstæðuna þá er hérna skatttekjurnar rétt tæplega 59% af heildartekjum og jöfnunarsjóður 21%. Veltum fyrir rekstur er 12,5%. Svo ef við skoðum hérna skuldaviðmiðið og skuldahlutfallið samstæðunar, þá er skuldaviðmiðið samkvæmt reglugerð 502,67%. Skuldahlutfallið, þetta eldra, er 103%. Þannig ég held ég sem búin að hlaupa yfir svona helstu liðina, en það er rétt að taka fram að eins og kom fram á fundi bæjarráðs daginn, þá er aðeins breytt framsetning á ásetningi miðað við síðustu ár. Það er að segja lagabreytingar skuldbinda okkur til þess að taka inn í ásetningin sameiginlega rekifyrirtæki sem sveitarfélögin reka sameiginlega, eins og brunavarnir, Kolku, samband sveitarfélaga og svo framvegis. Og við fórum aðeins lauslega yfir það á bæjarráðsfundinum og nú er sem búið að taka tillit til þess í ásetningi. En á öðru leyti held ég vísi bara til síðar umræðu þegar endurskoðandi kemur og þá getum við haft kannski dýpri umræðu einstaka liði ef út í það ferð. Og svo vil ég bara, ef að bæjarfulltrúar hafa einhverjar spurningar ásetningin, endilega komið því á framfæri fram að næsta fundi, þannig að við getum þá skoða það sérstaklega. Þannig að að gera ef það er einhver spurningar. Takk að þér, Magnús, fyrir þessa yfirferð. Orðið laust undir þessum lið. Nú engi hversu fjós, þá vil leggja til við fundinn að ársreikningi verði vísað til síðar umræðu á næsta fundi bæjarstjórn. Þá sem það samþykki gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Annað mál á dagskrá fundarins er golfklúbburinn Vélageymsla. Á fundi bæjarráðs 8. mars var samþykkt að fela bæjarstjóra að setja upp samning við golfklúbb Sandgerðis uppgjör á málinu og leggja fram viðauka við fjárhagsáætlun 23 eignarhald á vélaskemmunni. Það er lagt til að afgreiðsla bæjarráðs verði samþykkt en orðið laust undir þessu lið. Fyrir þá sem að samþykkja þess afgreiðslu að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þriðja mál er ársreikningur samband sveitarfélaga á Suðurnesjum. Á fundi bæjarráðs 29. mars var samþykkt að Suðurnesjabær greiði hlutdeild í uppsöfnum halla heilbrigðiseftirlit Suðurnesja að fjárhæð 6.568.796 krónur sem munu greiðast á 2 árum. Og þá er ég að tala þetta er okkar hlutur. Það er lagt til að afgreiðsla bæjarráðs verði samþykkt en orðið laust undir þessu lið. Gjörðu svo vel, Anton. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, þetta mál hefur verið til umfjöllunar á vettvangi samband sveitarfélaga á Suðurnesjum. Þar sem að hefur verið til umfjöllunar á halli á HES eða heilbrigðiseftirlitinu. Skuldin við HES hljóðar upp á skuldin sem að HES hljóðar upp á 51.968.000 og það er stjórn HES er að leggja það til að farið að vera 60 milljónir króna til HES og það er gert með því að við myndum færa HES 8 milljónir króna í eigið fé út af því að HES hefur ekkert eigið fé en hlutur Suðurnesjabæjar í þessari uppborgun er þessi uppbæri er greidd á 2 árum, þannig að þetta eru cirka 3,8 ári, 2023 og svo aftur 2024 og ég tel bara mikilvægt að við samþykkjum þetta, það er einróma samhljómi innan SSS að gera þetta upp og svo munu menn stuðla því að
koma svona einhverjum reglu á rekstur HES í framhaldinu. Þannig að ég vil mikilvægt að við samþykkjum þetta. Takk. Takk Anton. Fleiri? Svo ekki, þá bið ég þá sem að staðfesta afgreiðslu bæjarráðs gefa merki. Það samhljóða. Fjórða mál, það varðar fjárhagsáætlun 2024-2027. En á fundi bæjarráðs 29. mars var lagt fram minnisblað frá bæjarstjóra og sviðsstjóra stjórnsýslusviðs fjárhagsleg markmið og vinnslu fjárhagsáætlunar 2024-2027. Þar var samþykkt að vinna eftir því ferli og markmiðum sem voru lögð fram. Það er lagt til að afgreiðsla bæjarráðs verði staðfest. En orðið er laust undir þessum lið. Jónína, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar. Já, mjög gott að bæjarráð sé búið að setja þetta ramma utan vinnslu fjárhagsáætlunar, mikilvægt og erum öll sammála það að við viljum halda vel á spöðunum þar. Markmiðinu er þetta bara mjög góð en í þeim felst náttúrulega líka mjög mikil áskorun. Sáum það líka bara ársreikningnum núna sem var að fara yfir áðan. Til dæmis þetta viðmið að veltu fyrir sé 600 milljónir á ári sem eiga að standa undir afborgunum lána og sem mest af fjárfestingum næstu ára. Einnig að fjárfestinga verði sem mest fjármagnað með skatttekjum og sölu hagnaði eigna en jafnframt að bjóða íbúum upp á sem mesta og besta þjónustu. Og þetta er göfugt og gott og þetta er að setja háleit markmið og ég tel að þetta verði náttúrulega bara mjög mikil áskorun og ég held að við séum öll saman á því og sérstaklega í ljósi nýju reiknilíkan í jöfnunarsjóðs og þá muni tekið sveitarfélagsins lækka, þó ekki strax en já. Árið 2022, samkvæmt ársreikningi, þá gekk á handbært fé 90 milljónir, þannig að við vitum alveg að reksturinn er þungur og við þurfum að skoða vel ofan í kjölinn hvað við getum gert betur og þurfum auðvitað öll að standa saman að því eins og við höfum reyndar alltaf gert. Og bæjarlistinn hann hefur óskað eftir því svona óformlega að oddvita listina í bæjarstjórn hittist og fari yfir pólitískar áherslur við vinnslu fjárhagsáætlunar núna 2024. Og það er alveg ljóst að það er nauðsynlegt að byrja á því sem fyrst og á þeim fundum og nýta þá til að kafa enn betur ofan í fjárhagsáætlun og ég hef oft sagt það að það er auðvitað liggur mest á starfsfólki bæjarfélagsins að halda vel á spöðunum og sviðsstjórum og starfsfólki bæjarfélagsins að fara vel með fjármagn sem þeir fá. En ég held samt að það sé mjög mikilvægt að það séu líka pólitískar áherslur í því og fingraför bæjarstjórnar á fjárhagsáætlun. Og ég bara óska eftir því, aftur formlega á þessum fundi, að við setjumst niður nú sem fyrst, að því að tíminn líður ansi hratt og það er bara alveg að fara að koma maí, það er að koma páskafrí og svo kemur maí og í júní á að vera búið að skila til bæjarráðs ýmsum gögnum varðandi fjárhagsáætlun, þannig ég óska bara eftir því við forseta að við getum átt pólitíska fund við sem sitjum undir bæjarstjórn það hvað áherslur við viljum setja á hlutina í fjárhagsáætlun. Takk. Takk Jónína. Rétt, þetta er áskoranir og við þekkjum þetta öll sem hér erum og ég tel engu að síður mikilvægt að við förum þessa vegferð og bara til að svara því sem hér var endað á fyrir ósk, þá höfum við myndið rætta að það verði eftir páska verði kallað saman, þannig að það ætti ekki að koma óvart en við munum ræða það, við erum búin að ræða það við oddviti Framsóknar það við munum gera það strax eftir páska en rétt árétta og taka undir áhyggjur sem Jónína kom inn á hér áðan og við sem sátum fund með jöfnunarsjóðnum að gangi þessar reglur eftir sem ég verða við að segja eins og er að ég hún ekki von á með það sem hefur heyrt og andstöðu sem til staðar að þá er jöfnunarsjóðurinn í sjálfum sér að kippa rekstrinum undan sveitarfélaginu og ef þá að missa 140 milljónir á þeim tíma
Notabene við fáum aðlögun og við lögum líka áherslu á það að svo aðlögun yrði líka lengri þegar við áttum fund með Jöfnunarsjóð og þannig reyndar sé ég það að við náum vegna aukinna tekna sem að koma en enga síður gerur okkur erfitt áframandi uppbyggingu í sveitarfélaginu og þjónustu verði þetta niðurstaðan. Þannig að mér finnst það mjög góður punktur rétt að nefna hér að þetta ágefna okkar þessar tillögur, þessar nefndar sem eru að vinna að Jöfnunarsjóðnum. En ég ítrykka það, þetta ekki komið í höfn sem betur fyrr og við munum áfram fylgjast með og við vitum náttúrulega hér undir máli 5 þetta það sem við lögðum fram við á og en tek undir það að þetta verða áskorunir hjá okkur fyrir næstu fjárhagsáætlun. Norður laust undir þessu lið. Sigursveinn gjör sér vel og svo Anton eftir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri. Ég tek heilshugar undir orðið Jónínu. Þetta mikil áskorun sem fram undan hjá okkur. Það ýmist teikn á lofti, bankar að falla út í heimi, flugfélög að stoppa, þannig að við höfum séð þetta allt áður. Þannig að mér líst mjög vel á tillöguna að við hittumst sem fyrst og förum í smáatriðin. Við þurfum að velta öllum steinum og skoða hvað við getum gert betur. Þannig að mér líst mjög vel á þetta og eins með Jöfnunarsjóðinn við þurfum að koma inn á það sem er næsta máli en þar þurfum við náttúrulega að berjast fyrir okkar hlut að sjálfsögðu áfram. Við lendum við bíli, takk. Takk fyrir það Sigursveinn, Anton gjör sér vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara byrja að þakka bæjarstjóra og sviðsstjóra stjórnsýslusviðs fyrir greinagott minnisblað þetta mál. Ég tel þetta vera gríðarlega mikilvægt að við séum að setja okkur verklag og verkferla vinnslu fjárhagsáætlunar og líka bara tek undir það sem búið að vera að segja með samtal oddvita. Gríðarlega mikilvægt að fólk sé að tala saman en þetta eru miklar áskorunir eins og hefur komið inn á en það kannski þess vegna sem að þessi markmið eru líka svo mikilvæg að standa vörð fjárhagslegt sjálfstæði Suðurnesjabæjar og við séum þá með ykkur markmið þó að þetta séu háleit markmið að þá erum við allavega með markmið sem að við getum horft til. Það þá einhver stefna sem við getum unnið eftir og það er tel ég mikilvægt að við setjum okkur slíkt verklag. Takk. Takk Anton. Það eru fleiri. Svo ekki. En það þá, eins og ég segi, það lagt til afgreiðsla bæjarráðs verið samþykkt og býð þá sem staðfest afgreiðslu bæjarráðs gefa merki. Það samþykkt samhljóða. 15. mál á dagskrá Jöfnunarsjóður sveitarfélaga og endurskoðun á honum eins og við ræddum hér áðan. En á fundi bæjarráðs 29. mars var farið yfir skýrslu starfshóps endurskoðun á regluverki Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga ásamt drögum að lagafrumvarpi heildarlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Bæjarráð gerir alvarlegar athugasemdir við drög að frumvarpi til nýrra heildarlaga Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og hefur umsókn sveitarfélagsins þar ásamt ábendingum og tillögum verið komið á framfæri í samráðsgátt stjórnvalda. Orðið laust undir þessum lið. Ég vil bara ítreka það sem kom fram hér áðan að í máli Sigursveins og það sem ég ræddi sjálfur hér áðan að við verðum að standa vörð sjálfstæði sveitarfélagsins og ég verð að segja að fundur okkar með fulltrúum Jöfnunarsjóðs fulltrúi þeirra sem kom að vinnunni var mjög upplýsandi. Það ekki þar með sagt í þessi sammála öllu sem kom fram en mér fannst fundurinn mjög góður og hann útskýrði margt í þessu en það líka ef við horfum á ef þessi staða væri uppi
hefðu verið uppi 2017-18, þá hefðu bara framtíðin horft öðruvísi við. Það er að segja, þegar sveitarfélögin hér, Garður og Sandgerði sameinuðust, þá horfðum við fram á ákveðna áætlun fram í tímann. En hér er verið að breyta leikreglum og það er alveg ljóst að sjálfsögðu viljum við vera algjörlega sjálfstæð með tekjur og ekki vera háð í jöfnunarsjóð, sem við erum ekki. En við viljum fá að vera sanngirni í því. Það er að segja að við séum ekki dæmd til þess að af því við veitum ákveðna þjónustu í 2 byggðakjörnum, þá komið það í raun og veru ekki sem plús við okkur. Því að það er ekki sameining 2 sveitarfélagar, sé bara stærð, er ekki til staðar og inn í reiknilíkanu er ekki gert ráð fyrir að við séum að reka 2 sundlaugar, 2 íþróttamiðstöðvar með svona stutt á milli. Þannig að það kemur ekki engin plús inn í jöfnunarlíkaninu sem að hjálpar við þetta, sem væri að sjálfsögðu sanngjarnt. Og við komum því á framfæri á fleiri atriðum. En segja aftur, þetta eru drög, þá er örugglega eftir að vinna meira með þessi drög. Og líka annað að það var sagt að grunnurinn að þessu ætti ekki að draga úr vilja sveitarfélaga til að sameinast. En það á bara við ákveðnar sameiningar. Og mér fannst áhugavert að koma með þá spurningu við þess aðila: hvað ef að Reykjanesbær og Suðurnesjabær sameinuðust? Hvernig kemur reiknilíkanu út? Og hann var svo snöggur að slá því inn, bara með vorum á fundunum, það kom bara ekkert vel út. Þannig að ég get alveg vel skilja að reiknilíkanu virki fyrir sameiningar mjög lítilda sveitarfélaga. En það er ekki horft til allra hluta í þessu. Þannig að það eru ýmsir gallar í kerfinu og þá sérstaklega þessi stóri galli að vera með fasteignarskatts hlutan inn í púlíunni. En við sjáum hverju fram vindur. En eins og Sigurður sagði, við verðum að standa vörð okkar hagsmuni. Orðið er enn laust þessu lið. Jón, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar. Við erum að byrja bara að lýsa ánægjuminu með umsögn bæjarráðs til jöfnunarsjóðsins. Vonandi verða bara teknað til greina. Þetta er náttúrulega ekki gott mál fyrir okkur. En sérstaklega vil ég líka minnast á hennar hluta sem fjallar fylgdalsu börnin. Við erum svolítið að vera stolt af því að sem bæjarfélag að fá þetta hlutverk, að halda utan um þessi einstaklinga. En það er auðvitað sanngirnis mál að því fylgi eitthvað fjármagn. Þannig að það sé hægt að sinna þessu með fullnægjandi hætti. Og í raun og veru bara mannúðarmál myndi ég segja að við getum tekið á þessum málum með sem bestum hætti fyrir þessa viðkvæmu einstaklinga. Svo er náttúrulega þitt með tekjufallið sem er náttúrulega alls ekki góð niðurstaða fyrir okkur ef að verða vill, sem við vonum náttúrulega ekki. En eins og áður hefur komið fram, þýðir þá miklar áskoranir fyrir okkur sem sveitarfélagi að hagræða í okkar rekstri, og ef við þurfum að fara út í svoleiðis hagræðingu þá þurfum við náttúrulega bara að sýna ákveðið hugrekki í því, taka erfiðar og stórar ákvarðanir og kannski hugsa fullt af hlutum upp á nýtt. En það er líka bara gaman að sjá að meiri hlutin vill koma til móts við kröfur okkar í bæjarlistanum að við vinnum þetta í sameiningu. Ég held að þannig fáum bestu niðurstöðuna. Takk fyrir. Takk Jón. Fleiri? Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, þetta var ágætis fundur sem við áttum með þessum starfshópi sem kemur að endurreikningum framlög jöfnunarsjóðs, og við höfum ýmislegt að spyrja. Þetta var mjög fróðlegur fundur. Einnig spurðum við mikið út í samsetningu útgjaldastöðulsins, þar sem
okkur finnst ekki vera sanngjarn. En í þessum drögum liggur fyrir að það eigi að skerða þess að hlutfall Suðurnesjabæjar 144 milljónir, þetta ekki smá peningar á ári, til 23,4% af hlutfall okkar úr jöfnunarsjóði og þannig að þetta mun höggva gríðarlega í sveitafélagið. En við verðum bara að standa saman í þessu, öll bæjarstjórnin og mótmæla þessu harðlega. Og ég hef nú ekki trú á því að þetta fari svona óbreytt í gegnum þingið. Þetta á eftir að fara til efnislegra umræðu inn á Alþingi, trúlega í haust. Þannig að við þurfum að vera duglegir að pönkast í þessu máli og eins og ég segi, það er gríðarlega mikilvægt að þetta fari ekki óbreytt í gegn. Takk. Þannig að fóðan Jón ekki svör. Forseti bæjarfulltrúi og bæjarstjóri. Ég hjóðast ég að Anton sagði að við erum að duglega að pönkast í þessu. Það er svolítið pólitískt. Við á bæjarlistanum erum ekki með lista inn á Alþingi fyrir okkur sem við getum pönkast í, en við getum kannski pönkast bara í öllum. Þannig að ég velti fyrir mér hvort það sé ekki ráð að heyra í þingmönnum kjördæmisins varðandi þetta. Jafnvel fá þetta fundar. Ég veit ekki hvernig það kemur niður á öðrum sveitarfélögum á horninu. En ég allavega, ef við höfum að standa í þessu saman, þá held ég að við þurfum að pönkast allir verulega. Og ég er nú alltaf svolítið hrifin af því að við gerum hlutina saman. Ef að menn eru að gera þetta í sitt hvoru lagi, pönkast í sínu flokki, ok. Þá bara pönkast við öllum við á bæjarlistan. En ég held að það sé ágætt að við heyrum jafnvel í þingmönnum á svæðinu. Þannig að kannski þegar hafin sú pönkun, eða hvað getur maður sagt það pönk. Takk Jónína. Ég hef ekki hamast í þingmönnunum eftir þetta koma fram, en þetta mál ekki komið þangað. En ég tek alveg undir það, ef þetta fer þangað, þá eigum við bara að kalla til að funda við okkur alveg óháð í hvað við heitum og hvaðan við erum. En bara í samtali, þegar maður hittir þingmenn, sama hvaða flokkið er úr, þá minnist ég á þetta. Þannig að ég bara hveti ykkur til að gera eins, við þurfum ekkert annað. En því ofta sem við minnumst á það, þá veit fólk af því. En tek undir það að þegar og ef þetta mál fer inn til efnislega meðferðar, að þá verðum við að láta vita hvernig þetta kemur út fyrir okkur og finna lausn á því. Þetta kemur ekki eins illa út fyrir önnur sveitarfélög hér á Skaganum, svo því sé svarað. Fleiri? Svo er ekki. Það var lagt til að afgreiðsla bæjarráðs verði samþykkt og biðja þá sem það gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. 7. mál er húsnæðisáætlun, en á fundi bæjarráðs 29.3. var samþykkt að vísa húsnæðisáætlunni til afgreiðslu í bæjarstjórn og kynningar í framkvæmdar- og skipulagsráði. Og það er lagt til að sú afgreiðsla verði staðfest en orðið er laust. Engi hvað þessi ljós, svo biðja þá sem að samþykkja afgreiðslu að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. 7. mál er deiliskipulag við Ingara, endurskoðun, en á 43. fundi framkvæmda- og skipulagsráðs 29. mars samþykkti framkvæmda- og skipulagsráð að leggja til að bæjarstjórn samþykkti að auglýsa breytingu á deiliskipulagi við Garða í Garði. Ég held að þetta segir sér nú alveg sjálft, þannig að verið að breyta lóðum, að verið að gera ráð fyrir hinum svo kallaða óumbyggðavegi sem er í aðalskipulagi, þannig að sé pláss fyrir hann og smá aðra lagfæringar. Orðið við lausnum þessu lið. Engin hvað þessi ljós og biðja þá sem að samþykkja að auglýsa breyting á deiliskipulagi við Garða í Garði samkvæmt 41. og 42. grein skipulagslaga að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. 8. mál
skóladagatal fyrir Gerðaskóla og Sandgerðisskóla, en á fundi fræðsluráðs 17. mars voru skóladagatöl grunnskóla lögð fram til staðfestingar og það er lagt til að þau séu hér samþykkt, en orðið laust undir þessum lið. Engin hversu hljóð, svo bið ég þá sem staðfesta að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Nú komið að 9. máli sem er fundagerð bæjarráðs frá 8. mars. Hún er hér lögð fram, en orðið laust undir þessum lið. Jónína, gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúi og bæjarstjóri. Það var þetta mál 9.4. Það er skýrsla ferskra vinda og það er svona verið að tala að hátíðin sé nú ekki sjálfbær og standi ekki undir sér og það vantar mikið fjármagn til. Stjórnandi hátíðarinnar á ekki fyrir launum alla hátíðina, semst bara fyrir sínu vinnuframlagi, og ég velti fyrir mér svona og taka okkur afstöðu til þessa máls varðandi þessa hátíð, þá finnst mér því miður þessi skýrsla ekki nógu góð til þess að geta tekið þessa afstöðu. Mér finnst í raun og veru mjög mikilvægt að sjá fjárhagslegt uppgjör hátíðarinnar, þannig að maður áttir sig á í raun og veru kostnaðarliðum hátíðarinnar, hvað hún felur í sér, erum við sammála allir því sem kemur þar fram. Við erum að styrkja hátíðina verulega og höfum verið stolt af þessari hátíð. En það gengur auðvitað ekki að hátíðin standi ekki undir sér, við erum einnig neinn, en að það að sveitafélagi sé kannski eitt að bera upp til fjárhag hátíðarinnar gengur heldur ekki upp. Þannig að ég bara vonast til að svo sé hægt að taka afstöður til þessa hátíðar, bara heildrænt og með skynsemi, að þá sé mikilvægt að sjá fjárhagslegt uppgjör og kostnaðaráætlun líka. Bara, þú veist, hvernig lítur svona næsta hátíð út, hvaða kostnaðarliðir eru þetta sem við þurfum að fara að standa undir, og hvort að það séu bara aðri sjóði sem hægt er að veita í, og af hverju til dæmis uppbyggingarsjóðurinn ákvað að styrkja þetta ekki núna. Þurfum við mögulega að taka afstöðu til þess að sveitarfélagi geti ekki staðið við þessa hátíð svona títt. Þú veist, gætu við farið samstarf við önnur sveitarfélög það að skiptast á að halda hátíðina, þannig að hún sé lifandi, af því þetta er mjög merkileg hátíð. Og þannig að það er líka vant ef hún deyra einhver leiti bara út. Þannig að ég mér finnst að við ættum allavega svona kalla það fram í bæjarráði að fá þetta fram til að geta tekið svona afstöðu til þessara máls. Og svo langar mig þetta bara að fagna að það hafi verið vel tekið í tillögu ólistans að færa hafnaráðandi bæjarráð og skoða þarna í eitthvað fleiri þætti. En ég sé það að það vantar tillögu bæjarlistans í heild sinni varðandi þetta mál. Ég held að hún hafi ekki komið inn í bæjarráðið, en það getur verið að mér sýndist í fundagerðinni hjá bæjarráði að tillaga listans hafi ekki birst í heild sinni. Heldur bara svona niðurstaðan. En því leiðir þið mig að það er rangt. Takk. Takk Jónína. Aðeins bara líka til að benda á það að bæjarráð vísaði óska eftir áliti ferðasamnum menningarnefndar ferska vinda, og í þeirri umfjöllun að þá óskaði ráðið eftir fjárhagslegu uppgjöri og lokaskýrslu. Þannig að óskaði eftir samtali fjárhagslegu uppgjör og lokaskýrslu, og ég veit að stendur til að sá fundur fari fram. Ég held að það sé ekki búinn að fara fram en ég veit að stendur til að hann fari fram. Málum mun svo rata aftur inn í bæjarráð, en ég vil geta þess að við erum ekki að halda hátíðina, en áhugaverð hugmynd einmitt að fleiri sveitarfélög komi að skipti jafnvel með sér eins og hér kom fram. En sveitarfélagi getur ekki eitt og sér verið sá sem stendur undir hátíðinni, tek undir það. Bæjarstjórinn biður málið búið, ég er búinn að svara þessu til hérna. En orðið laust undir 9. máli, Anton, gjörðu svo vel.
forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Hörru, já, ég kem upp undir þessum sama lið, bara til að svara Jónínu varðandi af hverju fekk Ferskivindar ekki úthlutað úr uppbyggingarsjóði. Ég sitt sjálfur ekki í uppbyggingarsjóðin, en ég er ekki kunnugur það, en ég var á úthlutun uppbyggingarsjóðs og þar skildist mér á fólki sem var þar að það hefði svona verið komið tími að hleypa einhverju nýju og fersku að, þannig að menn væri kannski bara ekki í rauninni áskrift af þessum sjóði, þannig að það var svona meðal þeirra sem voru þar á útlutunni að það væri kannski komið tími til að hleypa einhverju nýju og fersku og skemmtilegu að. Varðandi 9.7 atvinnumál og málefni Hafnarás, þá ég að lýsa þeirri skoðun minni að ég ósammála þeirri tillögu bæjarlista að færa Hafnaráð undir bæjarráð. Ég tel að bæjarráð hafi í rauninni nóg á sinni könnu, en hins vegar líst mér vel á það að við myndum færa Hafnaráði aukin hlutverk sem snúa atvinnumálum í sveitarfélaginu. Ég tel að það sé mikilvægt að við höldum í Hafnaráð. Bara máli mínu til stuðnings þá vísa ég bara til þess að það eru mikil tækifæri í gangi á svæðinu. Það þessi græni iðgarður, það Katigó-verkefnið og það fleira sem í pípunum hérna. Ef við horfum bara 20, 30, 40 ár fram í tíman, þá held ég að sé mikilvægt að við höldum málum hafnarinnar vel á lofti og stöðlum frekar að því að reyna að markasetja þessa frábæru höfn sem við erum með hérna í sveitarfélaginu. Nú berast fregnir af því að það allt stútfullt af fiski hérna rétt fyrir utan sveitarfélagið okkar. Ég hitti sjómenn í gær, þeir eru að koma inn til Löndunar, rétt kíkja hérna út fyrir, bara í miðnessjóin með stútfullan bát. Þetta bara virkilega ánægilegt og ég held að við ættum að markasetja höfnin okkar sem bara flotta fiskihöfn. En hins vegar líst mér vel á það eins og áður komið fram í máli mínu að við færum þessu ráði aukin verkefni. Takk. Takk Anton. Jónína, gjörðu svo vel. Og setja bæjarfundar bæjarstjóri. Já, ég er bara ánægð með það að Anton vill að við útvíkum svolítið þetta varðandi atvinnumálin. En við lögðum nú það held ég fram bara á fyrsta öðrum fundi nýra bæjarstjórnar að við myndum stofna atvinnu í raun og veru nefnd og þar færi Hafnaráð undir, þannig að við gerðum því svona hærra undir höfðin en fengum svo þau skilaboð að í raun og veru væru atvinnumálin undir bæjarráðið. Þannig að ég auðvitað hlýtur að líka svolítið að vera kappsmál okkar að þenni ekki út stjórnsýsluna og vera ekki með of mikið að nefndum og svona saman fólki í öllum nefndunum samt einhvern veginn og bara upp á hagræðingu. Þannig að ef að við munum ekki setja Hafnaráð og í raun og veru þessi fámál sem hafa verið á fundum þar í raun og veru tel ég að falli mjög vel að bæjarráðinu og starfsmaður þar gæti þá komið í raun og veru á fund bæjarráðs eins og aðrir sviðsstjórar. Ef það verður ekki og þá útvíkka í raun og veru Hafnaráðið að þá verður nú alveg vegur að bara kalla þetta atvinnuráð eða atvinnumálaráð eða eitthvað svoleiðis og útvíkka það og taka fleiri hluti inn í heldur en bara hafnamálin. Þannig að við munum fagna hvora tillögunni sem hvort sem verður, ef verður lögð áhersla á atvinnumálin. Takk. Takk Jónína. Ég allavega, fyrir mig persónulega ætla ekki að blanda með þessu umræðu, ætla að bíða eftir minnisblaði bæjarstjóra þar sem hann mun taka saman kosti og galla, svo getur þið tekið umræðuna. En orðið laust. Ef ekki fleiri kveðið sér ljós, þá þessi fundargerð lögð fram. Komið að 10. máli á dagskrá fundarins sem fundargerð bæjarráðs frá 29. mars og gef ég orðið laust fundargerðina. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Það 10.2. Það kom til umfjöllunar drauga ársreikningi samband sveitarfélaga á Suðurnesjum
Þar liggur fyrir að á næsta stjórnarfundi SSS á að verður borin upp reikningurinn til samþykktar, sem sagt á núna stjórnarfundinum í apríl, en fyrir liggur að tap sé á félaginu upp á 11.813.000 og það er aðalega komið vegna lífeyrisskuldbindinga sem að hljóða upp á 15.830.000. Þannig að það er bara til að skýra það mál að það er það sem skýrir þetta tap hjá SSS. En eins og ég segi, það er ekki búið að samþykkja ársreikninginn, það verður gert á næsta stjórnarfundi. Takk. Takk fyrir þessari upplýsingar, Anton. Fleiri? Jón, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti bæjarfulltrúar. Það er varðandi mál 10.6 með sameiningu stjórnsýslu húsnæðanna. Ég bara fagna því. Þetta er akkurat eitt af þessum stóru verkefnum sem ég tel að við þurfum að fara í og ég held að einmitt að við ættum að leita fleiri tækifæra í svona sameiningum til að hagræða rekstrinum og nýta tækifæri sem að mynduðust þegar við sameinum þessi tvö sveitarfélög. Takk Jón. Eru fleiri? Svo er ekki. Fundargerðin er hér lögð fram. Komið að 11. máli sem er fundargerð Hafnaráðs frá 22. febrúar. Orðið er laust undir þessum lið. Engi hvað sé ljós og er fundargerðin lögð fram. Komið að 12. máli sem er fundargerð framkvæmda á skipulagsráðs frá 2. mars. Orðið er laust fundargerðina. Engi hvað sé ljós nema Jónína, gjörðu svo vel. 12. málið. Allt í fína Jóna, þú varst greinilega. Engi hvað sé ljós undir 12. málið. Þá förum við í 13. mál sem er fundargerð framkvæmda og skipulagsráðs frá 29. mars. Þar gef ég orðið laust. Jónína, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjórið. Já, maður er alveg ruglað hérna í þessu. Það var komin að ný dagskrá hérna eftir helgi og ég var búin að númera einhvern veginn öðru sig. En það er í samvændi við, mér langar bara að lýsa svona aðeins yfir ánægju mínu með þessari beini að malbika bílastæði á golfvellinum hérna á milli okkar ágætu bæjarkjarna. Og mér finnst að við ættum að taka vel í þetta erindi og virkilega finna leiði til þess að verða við þessu. Og þetta er nú eitt af því svona fáa kannski sem tengi byggðakjarnana saman svona félagslega sem er mjög jákvæmt og mér finnst að við ættum að svona leggja áherslu á það í öllu hjá okkur og allt sem getur tengt okkar byggðakjarna saman félagslega. Ég vil líka fagna að við séum komin að stað með vinna umhverfis- og loftslagsstefnu fyrir sveitarfélagið og bara líst mjög vel á þessu gögn sem eru komin fram í málinu varðandi vinnslu stefnunar. Síðan er það þarna svarbréf vegna erindis Bræðraborgar. Það er búið að svara erindinu væntanlega núna til landeiganda. Allavega kemur þarna fram lýsing á því svona af hverju erindinu er hafnað með þeim áformum sem þarna var beðið að færa af stað. Ég mig langar að spurja kannski getur forseti svara því varðandi hverfisverndina. Ég hef áður talað að með þetta verndargildi og hversu hátt verndargildi er á hverfisvernd, það getur verið mismunandi, það getur verið mjög hátt verndargildi þegar við setjum á hverfisvernd og samkvæmt aðalskipulaginu okkar og þá er hverfisvernd há meðfram strandlengjunni og ég bara velta fyrir mig hvort sé ekki örugglega bara skjalfest til hvers vegna hverfisverndin var sett þarna á. Hver megin punkturinn er í að þarna sé
já, kannski hátt verndargildi og af hverju við erum með hverfisverndana. Þannig að sveitarfélagi geti svara landeigendum því skýrt og greinilega að þarna verði ekki byggt í stóru mynd og af hverju. Þannig að það geta rökstutt það vel. Hvort það meginstoðum fornminjarnar eða það ásýndin, það allt þetta saman og það þannig að þessi hverfisvernd sem þarna, því við vitum líka það að það getur verið gott að þétta byggð. Það getur verið veikleiki, við getum ekki þétt byggð og mér finnst svona allavega að það þurfa að vera svona skýr ákvæði fyrir því af hverju við erum með hverfisvernd þarna. Verndargildið mjög hátt þarna? Það jafn hátt til dæmis eins og bara á útskólum út af Skaga? Þannig að það sé bara alveg skýrt og ljóst að það sé hátt verndargildið þarna á svæðinu og því verði ekki aflétt. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jónína. Skal gera mér besta, ég reyna að svara þessu. Hverfisverndin var sett á í aðalskipulagi, ég man ekki árið, 2008 eða heima rétt eða 12. Og þar svo í þeirri vinnu og í þeirri aðalskipulags gögnum kemur fram hvers vegna hverfisvernd send á. Hverfisvernd snýr ekki bara að fornminjum, hverfisvernd snýr í þessu tilfelli einnig að búsetu lægi. Búsetulægi, það áttu við það að þarna var ekki ætlunin að byggja neðan Skagabrautar. Búsetulægið væri þetta gamla dreifbyggð, en aftur á móti ofan Skagabrautar yrði þéttingin. Það voru samt gerð breyting á því að það var byggt hús við Skagabrautana sem var það bara í kjarna mitt á milli, það er að segja að það var svo augljóst einhvern veginn að hús passaði þar inn, svo ég segi það nú bara. En varðandi hverfisverndina, þá var því svarað í vinnu aðalskipulags núna, hvers vegna henni verði ekki aflétt, því að óskin afléttingu hverfisverndar kom fram frá aðilum. Og í gögnum aðalskipulags útlistun á því hvers vegna hverfisverndin Nú, hverfisvernd að sjálfsögðu hægt að breyta, en það þurfa náttúrulega að vera bara þá vilji og áherslur og útskýringar hvers vegna það eigi að breyta því. Ég veit ekki hvort að því það kom fram líka í máli Jónínu hvort að svarið hafi verið sendt. Ég er ekki kunnugt hvort það búið að senda svörin eða hvort það beðið eftir staðfestingu bæjarstjórnar, en í það minnsta mun svarið birtast eins og hér kemur fram í gögnum úr fundargerð framkvæmda- og skipulagsráðs. En ég sé rétt að geta þess að það var menn voru einhuga í ráðinu varðandi svör við þessari fyrirspurn og það var einnig rætt og kemur fram hér að mögulega væri takmörkuð uppbygging möguleg og án þess að hafa verið að nefna eða festa í fundargerð þá erum við að tala um mjög fá hús, svo það sagt. En það þá bara landeigendur sem munir ræða það við okkar skipulagsfulltrúa hvaða möguleika væri þá þar í stöðunni. Ég held ég get ekki svarað þessu öðru leyti nema þá að leita svara einhvers staðar og hafa fengið þá undirbúning til þess. En þetta svona það sem ég hef í mínum kolli í augnablikinu og vísa það líka bara til svara okkar skipulagsfulltrúa á fundur ráðsins. Orðið laust. Sigursveinn, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri.
Það varðandi mál 13.1, stækkun Keflavíkurflugvallar, umhverfismatsskýrsla. Ég ætla reyndar ekki að tala umhverfismatsskýrsluna en ég ætla að nýta tækifærið og tala stækkun Keflavíkurflugvallar sem náttúrulega ákaflega jákvæð þróun að eiga sér stað þar og kemur sér vel fyrir okkur. En hins vegar hjó ég eftir umræðu á Facebook síðu í vikunni sem heitir Sandgerði og Sandgerðingar, þar sem að var svona verið í að því að við værum ekki að standa okkur hvað var þar uppbyggingu í kringum flugstöðina, flugstöðarsvæðinu og landi okkar og Reykjanesbær var að taka fram. Mér langaði bara til að spyrja bæjarstjóra, ég ætla að spyrja hann, búinn að bregða sér næst frá hérna og kannski þá forseta líka hvort að það væri eitthvað til í þessu. Ég held að það sé ekki þannig, að það sé eitthvað til í þessu. En þetta klárlega eitthvað sem við þurfum að ræða allavega að vera á tánum gagnvart. Takk fyrir. Takk Sigursveit fyrir þetta. Ég skal reyna að gera þetta besta og ég sá einmitt þessa umræðu sem að vísaði til og fyrst það til að segja að á sínu tíma og í þessari umræðu var fjallað kaupfélagið sem vildi byggja á þessu svæði. Þá þegar þetta var sveitarfélagið Garður. Landeigandi var í andvígur. Það stoppaði þau áfram. Við vorum búin að skipuleggja, gera aðalskipulag og kaupfélagið búin að vinna í deiliskipulagsvinnu en það strandaði á landeiganda sem ríkið. Í framhaldinu fyrir 2 árum líklega, 2 til 3, þá var samþykkt að fara í samstarf landeigandans, Reykjanesbæjar, Suðurnesjabæjar og Isavia skipulag, heildarskipulag svæðisins og horft þá til alls svæðisins án sveitarfélagamarka. Og það það sem birtist í skýrslu KCAP sem við nú fengið kynningu á og við tókum þátt í þeirri vinnu ásamt eða starfsfólk okkar og við kjörnir fulltrúar margir hverjir. Ég sit fyrir okkar hönd inn í Katigó þar sem þetta rætt og eflaust má margt það segja að maður þarf að passa sinn heima haga og það nú þannig þegar maður einhvers staðar og aðrir koma að og horfa utanfrá þá sjáum við kannski ekki þetta með sömu augum og við. En niðurstaðan engu að síður komið fram. Þar mikil uppbygging við aðaltorg og það það sem vísað var til að þar væri Reykjanesbær taka fram úr. Það náttúrulega rétt að geta þess að það gífurleg uppbygging og mesta uppbygging á öllu svæðinu í landi Suðurnesjabæjar. Sú uppbygging stækkun flugstöðarinnar, Austurfingur. Þar verið að tvöfalda flugstöðina og rúmlega það. Það í sömu gögnum, vinnu KCAP, verið að vísa til mikillar uppbyggingar í forgarði sem kallað við flugstöðuna. Það partur af því sem var inn í masterplani Isavia. Það meðal annars uppbygging á hóteli, bílastæðahúsum og alls konar öðru. Þannig að það eru spennandi tækifæri og Suðurnesjabær mjög upptekinn af því að benda á það, halda því lifandi. En það hefur bara verið þannig að Isavia hefur ekki úthlutað neinu þar lengi og hefur verið tregt og við höfum rætt við þá og viljum ýta því í gang að úthluta. Og ég sé nú, held ég svo að segja það að ég held að það verði nú farið að úthluta þar von bráðar. Kannski ekki alveg fyrir sumar en þið skiljið hvað ég meina, þar verði nú farið í að úthluta. Ég veit að áhugasömum aðilum erlendis frá uppbyggingu í landi Suðurnesjabæjar á forgarðinu sem kallað eða bara að norðan við flugstöð. Og svo má ekki gleyma því í þessu sama masterplani Katigó. Það gífurleg uppbygging áætluð í Bergvík og Helguvík og við náttúrulega sjáum svo sem sölu álversskálanna gera það verkum
þar verður fyrsta uppbyggingin í því sem kallað Industry Park. Þannig að þar eru að taka fram úr Reykjanesbæ ef við erum einhverju kapphlaupi. Það má ekki samt ekki vera þannig. Við erum að horfa til heildarsvæðisins. Við erum að horfa á það að auka atvinnumöguleika. Við erum að horfa á það að koma með spennandi störf inn á svæðið. Þannig að fólk sem hér búið fái allir störf við sitt hæfi. Og í því mesti og besti kosturinn við þessa vinnu að mínu mati. En ég skil alveg sjónarmið fólks sem að segir þetta að menn hafa bara ekki gert neitt og eru bara sofandi. Og menn halda það að það sé vegna þess að við séum ekki íta á eitt eða neitt. Það bara ekki þannig. Þannig að ég held að framtíðin sé bara virkilega spennandi og notum að tækifæra því við erum að tala þetta álvershúsin sem að það er búið að ganga frá því og það er búið að borga þau. Þannig að þetta komið í eigu þessara aðila, Reykjanesglasans, og ég átti bara síðast í hátíðinu hlusta ég á kynningu frá þeim og það eru bara spennandi tíma framöndan hjá þeim. Og eftir því sem maður hittar það oftar og fær meiri upplýsingar, að þá held ég að framtíð Suðurnesja og atvinnuuppbygging hér á svæðinu sé bara góð og spennandi. Þannig að ég þakka fyrirspurnina Sigursveinn að reyna að koma inn á þetta því við sjáum oft þetta í samfélagsmiðlunum og stundum hoppa maður inn og lætur vita svona ábendingar og takk Sigursveinn fyrir að benda á það líka í þessum athugasemdum sem þarna kom fram. Ég sá það og ég ákvað þess vegna að vera ekkert að blanda mér alveg inn í þetta því að ég hafði bara ekki tíma í það akkúrat á þessu augnablikið þegar ég sá þetta. Og takk fyrir fyrirspurnina, ég vona þetta svari svona nokkurn veginn og staðfesti það sem að þú sagðir, við værum ekkert svonandi. Orðið leyst ennþá fundargerð framkvæmda skipulagsráðs frá 29.3. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég fagna umræðinu hérna og finnst þetta virkilega áhugaverð umræða og búinn að hafa gaman að því að hlusta á þetta. Mér langaði bara svona aðeins að koma hérna upp og leggja svona smá orð í belg varðandi þessa umræðu að það eru gríðarlegir vextir sem eiga sér gang í stað hérna á Keflavíkurflugvelli í landi Suðurnesjabæjar. Þannig að það eru bara gríðarlegar framkvæmdir sem eru þar í gangi og virkilega jákvæð teikn á lofti. Ég skil alveg umræðuna eins og Sigursteinn að koma hérna inn á, en mér finnst samt líka mikilvægt og það í áætlunum okkar að við sem sveitafélag verðum sýnilegri út af við og þá ég að tala eins og með hérna við bæjarmörkin að það sé hérna flott skilti sem sýnir Suðurnesjabæ. Við reynum að laða hérna fólk til sveitafélagsins til að versla við frábæru veitingastæðina sem eru hérna í sveitafélaginu. Þess að þú frábæru veitingastæði, gera þeim herra undir höfði, fá fólki hérna í gegn til að fara í sundlaugarnar, fara út á Garðskaga. Þannig að hérna ég held að það áætlunum okkar að gera svona á þessu torgi Suðurnesjabæ svona sýnilegra. Þannig að ég held að það sé líka svona bara í ljósi umræðunar að við þurfum að gera okkur sýnilegri. Takk. Takk Anton, Magnús biður orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar, aðeins út af því sem að Sigursveinn kveikti hér umræðum áðan og mjög gott að ræða. Það auðvitað hægt að tala þetta mál mjög mikið. Það að segja þessa þróunaráætlun, Katikó og bara ýmislegt. Söguna hérna á svæðinu, hvernig menn hafa hugsað tækifærin á Miðnesheiði bara síðan einhvern á 2008 minnum að ég hafi fyrst séð einhver gögn það. Og ég skil alveg að fólk velti fyrir sér af hverju lítið að vera á kortinu það sem snýr að Suðurnesjabæ. Ég hef fulla skilning á því. En ég vil hins vegar benda það að við höfum átt allmarga fundi með þessu teymi sem vann að þessari þróunaráætlun. Það er svo kallað K-CAP teymi.
Lögðum fram margar tillögur, alls konar hugmyndir, fórum yfir þetta fram og tilbaka og meðal annars bentum þeim á tækifærin í tengslu við Bergvík-Helguvík og það saman sem að upphælega þetta teymi var ekkert búið að, það var bara ekkert á kortinu hjá þeim tíma. Þannig að við allavega náðum þeim árangri að þeir föttuðu það, ef maður má orða það þannig. Og nú það í raun og veru komið inn á kortið og það tek undir sem fram með komið, það gríðarlegt tækifæri. Það verður mjög spennandi að fylgjast með hvað mun eiga sér stað þar næstu árum. Þetta auðvitað gerist ekkert á einu ári, þetta námhlaup. En sko, auðvitað maður ekki alveg 100% sáttur með niðurstöðuna því leyti að það að segja væntingarnar og það sem að áður hafi verið svona velt upp og til dæmis eins og Forsti nefndi hérna varandi aðalskipulag sveitarfélagsins Garðs þarna upp í kringum Rósestorgið. Auðvitað maður ekki kannski alveg sáttur út frá þeim væntingum og fyrirfram hugmyndum, en þetta niðurstaðan og hérna það eru bara svo mikil tækifæri í heild sinni, þannig að hérna ég alveg á þeim stað að vera ekkert að hérna teikna inn við og einhverjar aðrir. Þetta bara heildarhagsmunir á svæðinu og við munum njóta þess og það er flugstöðarsvæðið sem í Suðursabæ og svo aftur hérna Bergvíkin sem við köllum, sem að álversbyggingarnir eru. Þetta verður allt á bullandi svinga á næstu árum og fleiri svæði, þannig að við skulum bara vera bjartsýn og keyrum þetta áfram og tölum fyrir þessu. Ég held að það sé aðalmálið. Takk Magnús. Algjörlega sammála, setja bara í fullan gír. Talandi það, þá það sko, það margt sem að kannski í gögnunum í dag sem var ekki í upphafi, sem við höfum þá allan áhrif á. Þannig að það kannski, maður vill ekkert vera tíni fyrir hluti eða segja við og þið, en heldur bara sem ein heild þetta virkilega spennandi verkefni fyrir atvinnusvæðið Suðurnes. Og eins og ég segi, ég held að sé bara mjög spennandi tíma framöndan. En orðið laust. Ekki fleiri kveðsvil ljós og þá fundagerðin lögð fram og komið að 14. mál sem fundagerð fræðsluráðs frá 17.3. Orðið laust fundagerðina. Jóni, fyrir svo. Forseti bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, mér langar bara að spyrja hérna formann fræðsluráðs að því að við báðum að setja á dagskrá síðasta fræðsluráðsfunds varðandi hérna fræðslu og frístundastefnu Suðurnesjabæjar. Ég fara að lengja verulega eftir þessari stefnu. Ég svolítið hrædd og bara verða úrelt, en hérna og svona ljóminn fari af henni eftir því sem að tíminn líður og að við förum jafnvel að þurfa að taka hana svolítið bara upp og endurskoða hana og eiga samtali aftur og ég veit það ekki, en kom fram á fundunum hvenær sé áætlað að birta stefnuna og byrja að starfa eftir hann. Að ég sá það stóð allavega ekki í bókuninni. Takk Jónína. Úrslit, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, já, takk fyrir spurninguna. Það sem sagt var vinnsla að fræðslu og frístundastefnu sem þú kannski kannast við, sem ég kom inn á ný inn í þetta, þannig að ég hef aldrei séð þá stefnu, en sem sagt það verið að betrumbæta þá stefnu sem var mjög langt komin og kannski get ekki alveg gefið nákvæma dagsendingu, en það þó vonandi svona maí, en ég þori ekki að hengja á það fyrir eftir því hvernig gengur að betrumbæta stefnuna, en hún ennþá verið að vinna að henni, þessari eldri stefnu sem var gerð og bara verið að betrumbæta það sem þurfti að betrumbæta. Og svo væntanlega fer hún til framkvæmdastjórnarinnar sem þá getur blessað hana eða ekki. Takk.
fyrir fleiri bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar, varðandi þetta mál sem hér er til umræða, þá fórum við yfir það skjal sem lá fyrir á sínum tíma og það var ýmislegt í því sem að við lögðum til, þá er ég að tala um framkvæmdastjórnina, sem við lögðum til skoða, það var ekkert endilega eitthvað faglegt eða þannig, það var bara orðalag og ýmislegt þannig og síðan hefur náttúrulega verið mannabreytingar í fræðsludeildinni hjá okkur, þannig að því miður hefur bara dregist að klára þetta mál og auðvitað þurfum við bara að gera það sem fyrst og sammála því það er langur tími liðið bara auðvitað kom fyrst fram eða var sem sagt í deglunni, þannig að það þarf auðvitað að rýna þetta upp á nýtt og þetta sé up to date eins og settir. Takk Magnús. Eru fleiri sem áskvæmt að taka til máls? Svo er ekki og fundargerð fræðsluárs því lögð hér fram og komið að 15. máli sem fundargerð ungmennaráðs frá 17. mars og gef ég orðið laust fundargerðina. Engin hversu hljós en mér er gaman að sjá að starf ungmennaráðs á fullu og rétt að geta þess að á næsta fundi okkar þá áætlað að þeir komi inn á fund bæjarstjórnar og fjallu ýmis málefni snúa að þau og sveitarfélaginu. Komið að 16. máli sem fundargerð Færeyjasáttmála og menningarráðs frá 23. mars. Við bíðum spennt eftir boði í úthlutun en það er ánægt að sjá, það er fullt af verkefnum sem hér eru og gaman að sjá að setja úthluta svona miklu fjármagni en ég skilst að við fáum fljótlega upplýsingar frá ráðinu hvenær þessi úthlutun mun fara fram. Orðið laust fundargerðina. Jónin að gera svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, já, ég ætla bara að taka undir að bara gaman að sjá hvað eru margar frábærar umsóknir sem að eiga náttúrulega alla það sameiginlegt að svona auka mann- og menningarlíf Suðurnesjabæjar sem að halda vel á lofti. Það er þarna annað mál varðandi prestvörðuna sem var sent frá framkvæmda- og skipulagsráði til umsagnar í Færeyjasafni og menningarráði og bara mjög góð umsóknanda hjá þeim til bréfritara. Það sem bent á mikilvægt þess að halda vel utan merkar minjar í Suðurnesjabæ. En þar er líka bréfriturinn bent á framkvæmdasjóð ferðamannastaða og menningarsjóð Suðurnesjabæjar sem hægt að sækjum í til að flýta málinu. En eins og ég les bréfið og hef heyrst að þá nú bréfritarar ekki óska eftir því að fá sjálfur styrk í verkefnið. Heldur þetta bréf sem fylgir með bréfinu kannski bara svona meðfylgjandi dæmi umsókn sem gæti fylgt umsókn styrk í verkefni. Þannig að ég held að bréfritari sé nú óska eftir því að bærinn fari í verkið sjálft og eðli málsins samkvæmt þetta þannig verka að það ekki áhuga fólk að fara í þetta verkefni held ég. Og bara flott hjá þeim að benda á þessu merku minjar sem þannig staðsettar og ég veit að Færeyjasafni og menningarráð mun örugglega beita sig fyrir því að þetta verða veruleika. En auðvitað þarf bærinn náttúrulega að kostnaði með þetta verki og greina og jafnvel svona hvar er þetta að sækja styrki og svona vinna þetta aðeins svona fram í tíman. En ég mig langar svolítið bara svona að spurja formann Færeyjasafni og menningarnefndar svona hvar í raun og veru þeir sjá fyrir sér að þetta verkefni sé svona í forgangsröðinni varðandi uppbyggingu áfangastaða hér í Suðurnesjabæ. Takk fyrir Jónina. Já, skil eftir að gefa Oddný orðið fyrst og við bæti í fyrir svörðan. Já, forseti og bæjarfulltrúar, takk fyrir fyrirspurnina Jóna.
Sambandi við presturina þá er hann á lista yfir áfangastaði í Suðurnesjabæ og listin er langur og við þurfum náttúrulega bara að forgangsraða eftir fjármagni og bara sem sagt já, við erum marga minjar í bænum og þú veist, við þurfum bara að forgangsraða þessu og hann er á listanum og þetta var bara svona ábending til þess að flýta fyrir ferlinu. Þú veist, einstaklingsframlög geta alltaf hjálpa til að flýta fyrir, en ég get ekki sagt hvar í forgangsröðinni þessi stígur er, en við eigum marga minjar í bænum og þurfum að forgangsraða. Og ég vil líka bara koma framfæri, ég bara þakka fyrir allar þessu umsagnir í menningarsjóðin, bara fagna því hvað eru margir sem sótt og bara menningarsjóðin sé svona komin áleiðis og fólk sé að veit honum athygli og sæki hann. Vona hefur náðu að svara þér. Takk. Takk Árný. Já, sem ég vildi bara benda á hér áðan og bæta inn í að Framkvæmda- og skipulagsráð tekur undir það. Það líst vel á tillöguna og ræddi það, en vildi fá bara álit Félagsráðs og menningarráðs. Og það er hugmyndin að umhverfissvið okkar muni vinna meiri vinnu til að sjá hvert kostnaðarmatið er, gróft kostnaðarmat eða kostnaðaráætlun, því að ef að sækja á í sjóði ferðamannastaða þá þarf að liggja fyrir mjög ítarleg samantekt og greining á kostnaði og það verkefni mun verða unnið á sviðinu og þar getum við sótt í styrk í þann sjóð. En það er rétt sem kemur fram í máli Oddnýjar að einstaklingar í samvinnu við sveitarfélög sem dæmi geta sótt styrki á fleiri stöðum. Og ég held að það sé svolítið það sem líka menn voru að benda á að væri möguleiki. En ábendingin virkilega góð og allavega vakti mig til umhugsunarum og rifið upp þegar maður gekk síðast að þessari vörðu sem eru langt síðan. Ég var að vikina, ég þurfti nú bara aðeins að leita þenn aftur. En það var fljótt að rifast upp, en aðgengið er ekki gott og ábendingin virkilega þörf og góð. Og ég held að þetta verði bara sett í röðun eins og maður segir yfir áfangastaði. Við munum örugglega sækja þá í sjóði til að fá stuðning í þetta spennandi verkefni. Ég vona að þetta svari góðri fyrirspurn. Orðið laust, ef ekki fleiri kveðið ljós, þá er fundargerðin lögð fram og komið að 17. máli, en þær eru 2 fundargerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 28. febrúar og 17. mars. Orðið laust fundargerðirnar. Engin kveðið ljós eru fundargerðirnar lagðar fram og komið að 18. máli sem er fundargerð Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum, fundargerð vetrarfundar. Fundur sem var mjög góður og áhugaverð erindi en fundargerðin er hér lögð fram og orðið laust undir þessu lið. Anton gjör svo vel, Jónína svo. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, þetta var virkilega góður þessi vetrarfundur sem var haldinn hérna á Marriott hótelinu. Mikilvægt að hittast fulltrúar á svæðinu, forsvarsmenn sveitarfélaga og bæjarstjórnir og annað. Og það sem kom fram á þessum fundi svona sem að mér fannst mikilvægt að það eru náttúrulega gríðarlega miklar breytingar framundan í sorpmálum sem snerta Kölku og aðal breytingin í því er að það verður fjölgun 1 tunnu og það verður hafin söfnun á lífrænum úrgangi og þar sem að eru miklar áskorunir í flokkunarmálum sem bara ber að fagna. Svo var virkilega góð kynning á vinnu starfshóps raforkuöryggi á svæðinu og virkilega ánægilegt að sjá ráðherra, loftslagsráðherra koma á fund við okkur, fara yfir þessi mál og einnig formaður nefndarinnar sem fór yfir þessi mál. En það sem að svona hryggir mann kannski
út úr þessu sem kemur út úr þessum fundi að Suðurnesjalína 2, hún náttúrulega ennþá í algjörum hnút og það búið að bíða í 14 ár eftir að hún verði að veruleika og það strandar á framkvæmdaleyfi eins sveitafélags og með við upplýsingarna sem komið fram á þeim fundi að þá virðist sá hnútur vera bara ennþá í harðri deilu, þannig að það ekkert að frétta á þessu máli en sveitastjórnarmenn á svæðinu komið því skýrst á framfæri að þetta mál þolir ekki í 14 ári viðbót, það bara þannig að maður bara biðla til þeirra sem er í samtölum um þessi mál að huga að svæðinu í heild sinni út af því að tíminn er fljótur að líða og þetta mál þarf að leysa sem fyrst. Takk. Takk, Anton. Jón, ekkert svar? Bæjarfundarbæjarstjóri. Já, ég var því miður ekki á þessum fundi, þó að standi fundargerð að ég hafi mætt, ég veit ekki af hverju. En ég svo sem ekki þarna á þessu fundi sem að maður var svona vissi ekki en auðvitað margt mjög upplýsandi þarna, samkvæmt fundargerð, að veru farið yfir málin og mikilvæg mál fyrir svæðið okkar og klárlega Suðurnesjalínuna sem skiptir okkur miklu máli og þetta vonast maður til að það mál fara að leysast. Þetta eiginlega liggur fara að verða kjánalegt. Maður þarf nú ekki annað en að horfa eitt kastljósþátt til að sjá hversu kjánalegt málið er í raun og veru. Það sem sveitarstjóri Vogá kom og mætti þarna einhvern frá Landsvirkjun, ég veit ekki hver að sé það, en þú veist það kannski svolítið svona lýsir málinu, jú, það eru rök á báða bóa, en málið er samt ekki leyst og það er ennþá í hnút og það er kannski það sem er ótrúlega kjánalegt og er farið að vera bara í raun og veru fáránlegt. En það sem að mér fannst kannski sjokkarandi þegar ég las fundargerðina er síðasta mál á dagskrá. Það sem að kemur fram að það er 1 kona í 29 stjórnarsætum og það sé svo mikið sama fólkinu sem er í sömu nefndum og ég fagnar umræðan þetta mál að sé vera svona rýna til gagns og vonandi til þess kannski að gera breytingar en mér kannski þeir sem voru á fundinum hvernig var umræðan um þetta, var einhver umræða hvað væri hægt að gera betur, hvernig við getum stýrt þessu betur varðandi kynjahlutföllin og varðandi það að koma breiðum sjónarmiðum og framfæri í þessum nefndum. Takk. Takk Jónína. Tekur undir með það sem hér hefur sagt varðandi Suðurnesjalínu 2 að þetta er mál sem þarf að leysast og eins og ég segi mér er sama hvernig það leysast, það þarf að leysast, það er aðalatriðið og ég held að við sem öll sammála það hér á þess að við setjum okkur í einhvern kassa hvað er rétt eða rangt, ég tek undir það. Í raun og veru nei, það var ekki farið í það hvernig væri þetta að koma að breyta þessum, þetta var bara staðreyndir sem var hent upp, staðreyndir sem eru til staðar stöðuna og reyndar var nú sumt af þessu var þannig að SSS var með þetta undir sínum hatti hvort sem er, þannig að þetta leit nú svolítið svona skringilega út en engu að séu staðreyndin alveg rétt og það er ein kona bara í þessum óhæfi hvort það eru aðeins færri nefndir eða ekki, það er bara algjörlega rétt og þörf ábending. En þarna var ekki rætt hvernig er þetta breyta þessu, því þarna var verið að ræða hvernig myndum við sjá samstarfið ef við værum að byrja upp á nýtt, hvernig viljum við sjá samstarfið breytast, það er kannski sú staða uppi, óháð einhverju kynjum, þarna var verið að bara benda á staðreyndir og í framhaldinu kannski var það þannig, það var bæjarfulltrúar voru beðnir að koma með ábendingar og hugmyndin var nú reyndar að gera þetta bara á föstudeginum og fram á kvöld en ég óskaði eftir því að það yrði framlengt fram yfir helgi sem það var ógert og svo skilst það hafa nú ekki dugað til þannig að það var framlengt lengur og ég vona að fólk í það minnsta þeir sem þarna voru og sáu og jafnvel hinir sem ekki sáu og gátu skoða gögnin hafi komið með ábendingar. En þetta verður unnið áfram
af KPMG og eflaust einhverjar breytingar unnar á nefnd eða nefndum og hvað verður undir hverri nefnd. En orðið laust ekki eitthvað þessu flug, svo fundargerð lögð fram. 19. mál, þar fundargerðir frá Reykjanesjarðvangi. Þar eru æði margar fundargerðir. Það frá 8. desember, 20. janúar og 10. febrúar og 24. mars. Einhverju vegna hafi farist fyrir að koma þessu á dagskrá. Þar sem að einhverju vegna virðist þessar fundargerðir hafa verið sendar frá viðkomandi en ekki skilað alla leið. En þær eru hér komnar fram. Orðið laust fundargerðirnar. Magnús, skil svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég vil langar að vekja athygli hérna á 2-3 málum, eða 4 jafnvel, sem koma fram í þessu fundargerðum. Í fyrsta lagi er stjórnin að vinna nýrri stefnumótun fyrir Jarðvanginn. Hann var stofnaður 2012 og hérna það var ákveðið að kemur fram í einhverju fundargerðinni að hefja endurskoðun á stefnumótun og það er í fullu gangi núna, það verkefni. Öðru lagi vil ég benda á að einhverju fundargerðinni, ég man ekki hverri, þá kemur fram að Reykjanesjarðvangur hafa sótt að halda hér European Geoparks Network ráðstefnu sem verður á næsta ári, 2024. Og það bárust fréttir af því núna bara fyrir örfáum dögum að það hafi verið samþykkt. Þannig að þessi ráðstefna verður haldin hér á vegum okkar í september hygg ég á næsta ári. Og þetta er gríðarlega góð tíðindi og mikil tækifæri í þessu fyrir okkur og verður mjög spennandi að bjóða fjölmarga gesti til okkar og sýna það sem hér er í boði. Síðan vel ég líka nefna hér, það kemur fram í einni fundargerðin að það hafi verið sendt bréf til ráðherra, ég man ekki hvað málið heitir, ætla að sé ekki síðustu fundargerðinni. Málið er það að jarðvangar eru eiginlega munaðarlausir í stjórnkerfinu, þar að segja í ríkiskerfinu. Það eru 2 jarðvangur í Íslandi, það er Reykjanesjarðvangur og Katlajarðvangur á Suðurlandi og það er svona búið að vera í gegnum tíðin að vera alls konar tilraunir að koma þessu jarðvöngum í einhvers staðar í kerfið og það er þetta sem bóka þarna er einmitt liður í því og okkar jarðvöngur hefur aldrei fengið krónu fjármagn frá ríkinu. Það var hins vegar hérna fyrir nokkrum árum fekk Katlajarðvangur með minni 5 ár eitthvað slíkt framlag sem var á grundvelli ef ég man rétt brothættra byggða en við höfum ekki fengið krónur ríkissjóði í að reka okkar jarðvang fyrir utan þetta bara verkefnastyrki frá framkvæmdasjóði ferðamannastað og eitthvað slíkt. Þannig að við erum svona að reyna að vinna í því að þessi jarðvangar fái einhvern status í kerfinu því þetta er mjög merkileg fyrirbæri og ég hvet ykkur til að fylgjast með þetta á næsta ári þegar þessi ráðstefna eru haldin. Ég hafði til dæmis fyrirfram ekki áttað með því hvað þetta er mikið mál víð heiminn þessi jarðvangur og það er mjög fjölmennur hópur fólk sem að ferðast heiminn eingöngu til að heimsækja jarðvanga, geoparks og þetta er UNESCO Global Geopark sem að við eigum hér og það er mikill og merkilegur stimpill að hafa UNESCO stimpil á þessu. En ég vildi bara svona aðeins stikla á þessum punktum úr fundargerðum. Takk fyrir þessar upplýsingar, Magnús. Orðið laust. Ekki fleiri kveðs hljós og eru fundargerðina lagðar fram. Og 20. mál á dagskrá fundarins er fundargerð Hekluna frá 10. mars. Orðið laust fundargerðina. Magnús, gjörðu svo vel.
Og sem þið bæjarfulltrúar, ég vil aðeins vekja athygli á máli númer 4 í fundargerð Heklunar, þar sem fjallað stöðu á framtíð Suðurnesja, sviðsmyndagreining og annað slíkt. Þetta verkefni sem í gangi og kemur fram þetta í fundargerðinni að framkvæmdastjóri muni óska eftir að fá að hitta bæjaráðin í sveitarfélögunum til að fara yfir niðurstöður sem kom út af þessari vinnu. Þannig að við erum von á því að fá framkvæmdastjóra SSS sem jafnframt framkvæmdastjóri Heklunar inn á fundi bæjaráði til að fara yfir þessar niðurstöður. Takk fyrir þetta, Magnús. Fleiri sem óskar að taka til máls? Svo ekki og fundargerðin er lögð fram. Komið að 21. máli sem fundargerð almannavarnanefndar Suðurnesja utan Grindavíkur. Það fundargerð frá 8. mars. Orðuðu laust fundargerðina. Það enginn kveðið sér hljóðs og fundargerðin lögð fram. 22. mál fundargerð Þekkingarseturs Suðurnesja frá 17. nóvember. Orðuðu laust fundargerðina. Og til að leiðrétta mig þá var það þetta sem ég átti við áðan að hafi verið sent en ekki fundargerðir Reykjanesjarðangs. En enga síður, þessi fundargerðir kom fram þó seint sé. Orðuðu laust fundargerðina. Enginn kveðið sér hljóðs og fundargerðin lögð fram. Og að lokum 23. mál sem fundargerð Þekkingarseturs Suðurnesja frá 16. mars. Það fundargerðin lögð fram og orðuðu laust. Enginn kveðið sér hljóðs og fundargerðin lögð fram og dagskrá fundar tæmd. Komið lestri fundargerðar og ritari gjörðu svo vel. Sæl. Fundargerð 57. fundar bæjarstjórnar haldin í Ráðhúsinu í Garði miðvikudaginn 5. apríl 2023 klukkan 5:30. Fundinn sátu Einar Jón Pálsson, Magnús Sigfús Magnússon, Oddný Kristrún Ásgeirsdóttir, Anton Kristinn Guðmundsson, Úrsula María Guðjónsdóttir, Jónína Magnúsdóttir, Jón Ragnar Ástórsson, Sigursveinn Bjarni Jónsson, Elín Frímannsdóttir, Magnús Stefánsson og fundargerð ritaði Bergný Jóna Sævarsdóttir. Fyrsta mál á dagskrá var ársreikningur Suðurnesjabæjar 2022, fyrir umræða til máls tóku EJP og MS. Afgreiðsla samþykkt samhljóða vísa ársreikningi til síðari umræðu í bæjarstjórn. Annar mál á dagskrá Golfklúbbur Sandgerðis, vélageymsla, afgreiðsla bæjar á samþykkt samhljóða. Þriðja mál á dagskrá samband sveitarfélaga á Suðurnesjum ársreikningur til máls tók AKG, afgreiðsla bæjar á samþykkt samhljóða. Fjórða mál fjárhagsáætlun 2024 til 2027. Til máls tóku JM, EJP, SBJ og AKG, afgreiðsla bæjar á samþykkt samhljóða. Fimmta mál á dagskrá Jöfnunarsjóður sveitarfélaga endurskoðun. Til máls tóku EJP, JRA, AKG og JM, afgreiðsla bæjar á samþykkt samhljóða. Sjötta mál húsnæðisáætlun, afgreiðsla bæjar á samþykkt samhljóða. Sjöunda mál deiliskipulag iðngarðar endurskoðun. Til máls tók EJP, afgreiðsla bæjarstjórn samþykki samhljóða að auglýsa breytingu á deiliskipulagi iðngarða í Garði samkvæmt 41. og 42. grein skipulagslaga. Áttunda mál skóladagatöl, afgreiðsla samþykkt samhljóða staðfesta skóladagatöl grunnskóla. Níunda mál bæjaráð 115. fundur. Til máls tóku JM, EJP og AKG, afgreiðsla lagt fram. Tíunda mál bæjaráð 116. fundur. Til máls tóku AKG og JRA, afgreiðsla lagt fram. 11. mál hafnaráð 19. fundur, afgreiðsla lagt fram.
12. mál framkvæmd og skipulagsráð, 42. fundur, afgreiðsla lagt fram. 13. mál framkvæmd og skipulagsráð, 43. fundur, til málstóku JM, EJP, SBJ, AKG og MS, afgreiðsla lagt fram. 14. mál fræðsluráð, 39. fundur, til málstóku JM, UMG og MS, afgreiðsla lagt fram. 15. mál ungmennaráð, 10. fundur, til málstók EJP, afgreiðsla lagt fram. 16. mál ferðasafn og menningaráð, 21. fundur, til málstóku EJM, JM og OKA, afgreiðsla lagt fram. 17. mál samband íslenska sveitafélaga, fundargerð 2023, afgreiðsla fundargerðarnar lagðar fram. 18. mál samband sveitafélaga á Suðurnesjum, fundargerðir 2023, til málstóku AKG, JM og EJP, afgreiðsla lagt fram. 19. mál Reykjanes jarðvangur, fundargerðir, til málstók MS, afgreiðsla fundargerðarnar lagðar fram. 20. mál Heklan, fundargerðir 2023, til málstók MS, afgreiðsla lagt fram. 21. mál almannavarnanefnd Suðurnesja utan Grindavíkur, fundargerðir, afgreiðsla lagt fram. 22. mál þekkingarsetur Suðurnesja, fundargerðir 2022, afgreiðsla lagt fram. 23. mál þekkingarsetur Suðurnesja, fundargerðir 2023, afgreiðsla lagt fram. Takk fyrir Bergný. Einhver athugasemdir við fundargerðina? Svo ekki og skoðast hann samþykkt og verður undirrituð og fundi slitið 19.07.